Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, það eru forsetakosningarnar, við erum að reyna að finna einhverja leið til þess að fjalla það hér við rauðaborðum, gert ýmislegt, kalla til fjölskyldu til þess að ræða þessi mál og alls konar. Nú ætlum við að fá hérna, hvað heitir þetta, gamla blaðamenn, eða ekki? Sigurjón Magnús Egilsson, Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, Björn Þorláks, verið velkomin. Takk fyrir það. Hvað tala blaðamenn öðru sem þetta stundum það á svona ritstjórnum getur orðið svona kaldhæðnislegt tal á ritstjórnum, svona baka tjöldin. Já. Með það? Nei, við erum ekkit Nú erum við ekki á ritstjórnum. Ég held að vera að búa okkur á ritstjórnum, sko. en hérna, nei, kaldhæðnin hefur það nokkuð. Það ekkert öðruvísi talað hlutina á ritstjórnum heldur en út í bæ? Nei. Ég held að sé rétt að það hafi oft verið svona kaldari tónn, meiri hæðni og menn hafi svona distansera sig svolítið frá sirkus eins og forseta kosningum. Það er varnartaktík. Jú, mögulega. En ég held að margir, og þar á meðal blaðamenn sjálfur, séu ögn berskjaldaðri núna heldur en oft áður, vegna þess að við vitum bara gert hvernig þessar kosningar munu fara. Nei. Og það mun ekki komið ljós bara að finna á kjördag. Sennilega ekki. Hugsa ég. Ég veit ekki. Fræðingarnir segja það. Það sé svo margir sem hafi ákveðið sig síðast bara í kjörklefunum. Að það sé það sé ekki hægt að spá. Nei. En þetta eru spennandi kosningar og fjölmiðlar eru svolítið að standa sig. Það er mikil umfjöllun og mikil tala við alla frambjóðendur og það til dæmis að Halla Tómasdóttir sé að blanda sér núna í toppbaráttuna segir líka að það getur allt gerst og það er of snemmt að þakka niður í frambjóðendum á fyrstu stigum baráttunar. Þannig að það er margt mjög jákvætt við þessar forsetakosningar og það virkaði mjög neikvætt að það væri svona margir að koma fram en það hefur verið svolítið gaman og þetta er mikið að sterkum frambjóðendum. Almenningur, heyrist mér, er mjög ánægð með að hafa svona marga og finnst það skemmtilegir bara frambjóðendurnir. Á meðan að mér fannst fjölmiðlandi svolítið alltaf verið að reyna að þrengja þetta niður í að þetta var nú fyrst og fremst kapplöp milli tveggja var alltaf að reyna að búa til eitthvað svona kappleik út úr þessu. En mér heyrist einmitt að almenningur vilji frekar hafa bara sem flesta. Já, þetta hefur verið skemmtilegt að því leytinu til en það sem hefur verið leiðilegt við þessar forsetakosningar það er þetta neteinelti sem hefur verið í rauninni mjög áberandi fyrir þessar kosningar og mér finnst það eyðileggja þessa umræðu. Mér finnst það eyðileggja í rauninni að við erum með marga sterka frambjóðendur, við erum með að almenningur hefur mikinn áhuga sem kosningum, fjölmiðlar að standa sig, en á meðan eru einhverja svona herrdeildir að einhverjum súrum köllum sem að ganga internetið bara eins og klósettið heima hjá sér og fara bara sem sagt ekki á þráðin hjá neinum nema bókstaflega til þess að bara drulla allt út í einhverjum leiðindum og óþverraskap. Ertu til að rökstiða aðeins betur hvað átt við? Nei, ég get ekki rökstiða hvernig það. Hvaða kallar eru þetta? Gegn hvaða frambjóðendum? Ég meina þetta umræðan hefur verið á þennan hátt. Þetta hefur beinst mjög mikið gegn Katrínu Jakobsdóttur en við höfum líka séð á tímabili fór þetta gegn Baldri og þá var þetta svona afmarkaður hópur, svona homofóbiskur hræddur hópur og þarna við höfum séð að þetta hefur í rauninni að einhverju leyti snert flesta frambjóðendur en mest hefur þetta komið við Katrínu Jakobsdóttur og þar þykir þetta bara sjálfsagt mála af því að hún sé að koma úr stjórnmálum að þá megi fólk bara ef að hún eða hennar stuðningsmenn kveði sig hljóðs eitthvað staðar þá getur fólk bara sett upp í sig stólpípuna og látið bara vaða á samfélagsmiðla. Mér finnst þetta bara til skammar og þetta eyðileggur annars góðar kosningar. Þetta sást þetta þegar Villi Birgis upp á Skaga lýsti yfir stuðningi við Katrínu að þá voru komnið bara 14 metrar af fordæmingu bara með það sama. En hins vegar ég las aðeins að því svona bara þegar þú bentir mér á ég lesi þessar athugasemdir venjulega ekki ég nenni því ekki sérstaklega ekki þegar að fara út í ykkur að drullu og bara nenni ég ekki að lesa þetta en þetta var alveg svakalega hart þarna gegn Villa Birgis og hann er búinn að svara þessu aftur Hann bjóti nýjan þráð reyndi aftur. En þetta náttúrulega alveg, finnst ykkur þetta ekki til skammar? Það er umræðan svona. Akkur skildum við ekki losna við þetta? Akkur getum við ekki rætt einhvern veginn að taka upp betri siði í umræðum á Íslandi? Betri umræðu heldur en þetta. Við getum verið gagnrýnin, við getum verið hörð, við getum verið óánægð, en skilurðu að hleypa svona umræðu áfram eins og einhverju dyggð
að það sé hreinlega dyggð að segja alltaf allt það ljótasta sem manni dettur í hug, leið og manni dettur í hug og senda það bara út í kosmósið. Það alveg ljóst að það hellingar af fólki sem að upplifi sig bara svikin af Katrínu Jakobsdóttur. Já, það getur vel verið. Og við sjáum þetta, og þú talaði með þessi Facebook, að við sjáum þetta líka í könnunum, þar sem spurt hvernig viltu alls ekki að sé forseti, og þá trjónir hún algjörlega á toppnum, þannig að hún í sínu framboði að fara á móti stærri hóp sem hefur meira á móti henni heldur en nokkur annar frambjóðandi. Ég vil frekar Smári að svona kosningar snúist verðleika fólks heldur en andverðleika og mér finnst að vera í rauninni mjög mikill ljóður á ráði þessa hóp sem eru... Kannski þetta ekki vettvangur fyrir umdeilt fólk. Ég held Smári, ég held að þessi umdeilanleiki, þetta eru mjög háværir kallahópar. Nei, ekki í svona könnunum Það verður 42% sem vilja alls ekki hún verið forseti. Já, það af því að umræðinu hefur verið stýrt í þann farveg að þetta sé einhvers konar andverðleika kosningar. Ég man aldrei eftir meiri tilfinningu. Ég man aldrei eftir meiri tilfinningu hjá almenningi gagnvart forsetakosningum og nú. Það eru rosalega miklar tilfinningar. Það eru ömurlegt ef allar þessar miklu tilfinningar skila sér í svona svívirðulegum árásum, neteinelti og öðru því sem við erum örugglega öll sammálum að við myndum kjósa að losna við. En ef maður reynir að skilja hérna íslensku þjóðarsál, þá eru þessar tilfinningar, þessar miklu tilfinningar, þær eru sannlega sprottnar af meðal annars því sem þú nefnir, að við erum með á milli 4 og 5 á hverjum 10 Íslendingum sem alls ekki geta hugsað sér að Katrín Jakobsdóttir verði forsætisráðherra. Við vitum hvað gerist eftir að Katrín forseti. Við vitum hvað gerist eftir hún tekur þessa ákvörðun að við fáum óvinsælasta stjórnmálamann Íslandssögunnar sem forsætisráðherra. Sem eru 8 hverjum 10 vilja alls ekki að sé forsætisráðherra. Já, fólki blæðir vegna þeirra staðreyndar. Það langur vetur fram á haustið 2025. En fólk var svo reitt út í það að Katrín væri forsætisráðherra og hefði farið í þetta framboð og fólk svo reitt út af því að hún hefði gert Bjarna forsætisráðherra. En ef að Katrín hefði ekki orðið forsætisráðherra sem fólk virtist vera mjög reitt út af, að þá hefði Bjarni hugsanlega verið bara forsætisráðherra allt kjörtímabilið. Hann heldur ekki saman ríkisstjórn heilt kjörtímabil. Umdeildur maður og Bjarni, það bara engin leið. Ég las Óla Björn bara í mokkonum í morgun Hann búinn að fá nóg af þessu. Og þessu ríkisstjórnarsamstarfi og þannig að ég... En Óli Björn hefur nú verið búinn að fá nóg að þessu ríkisstjórnarsamstarfi held ég bara frá því að það var... Hann að segja þarna að það var að vera skamman fyrir að tala ekki nógu mikið, segja ekki nógu mikið frá því sem hann hugsa og ég held að þetta sé bara ein svona birtingamynd af því að Bjarni, hann var áður með ríkisstjórn í 11 mánuði. Ég hef enga trú að því hann geti haldið sama ríkisstjórn heilt kjörtímabil, umdeildur og hann og hvað hann með miklar flækjur í sínu lífi, tengdur viðskiptalínu, tengdur þessum ríkustofnum, þetta bara... En það ekki bara mjög jákvætt ef hann getur ekki haldið áfram þessari ríkisstjórn? Jú. Fyrir þá sem hafa gagnrýnt hann sem mest. Það betri heimur. Þarf að gráta það eitthvað sérstaklega? Það betri heimur í það sem að Bjarni getur ekki haldið saman ríkisstjórn, heldur heimur það sem að Bjarni getur haldið saman ríkisstjórn. Það ekki bara? Jú. En eins vegar, ég alveg sammálaði með þennan hita. Þið talið hitastrákar, þið talið tilfinningar, allt svona frekar jákvæð orð, en þetta dónaskapur og hegðunarvandamál. Það er mikið hiti. 80% er þetta dónaskapur og hegðunarvandamál. Man getur fundist ýmislegt, en maður getur valið, maður alltaf valum að koma með málefnalega gagnrýni eða bara einfaldlega láta vaða fúkyrði. Það er hiti og eina birtingamyndunum er fúkyrði. Eina birtingamyndunum er og það var einhver frammi daginn sem var að rifja upp 68, ég var ungu til að muna þær kosningar að frænka sín hefði hrækt á sig af því að Studdi Villarsson frambjóðanda og ég var að skoða Facebook núna helgina og var eitthvað að hugsa að ég ætti kannski að skrifa svona status þetta að þú veist, ætliði ekki að lifa af næstu 3 vikur af því að hitti mig svona það var orðið svo heitt og mikið læti í fólki
og það eru 3 vikur eftir hvernig ætli það að vera síðustu vikuna sko, verður fólk byrja að slást á götum úti þannig að það er rosaleg ég veit það er rosaleg heift í fólki sem látið vaða á það sem eineltis targeti hverju sinni. Núna það Katrín Jakobsdóttir, það getur orðið eitthvað annað á morgun. Ég með þá kenningu að þarna ef við horfum bara yfir þarna mannkynssöguna að þá hafi svona andrúmsloft yfirleitt myndast í einhvers konar aðdraganda stríðs og mikill átaka. Það er þessi mikla skautun og það er þessi einhvern veginn vanhæfni til að þola og umbera skoðanir annara, til að taka þátt í samræðum, til þess að sko velja og hafna á málefnalegum forsendum. Mokkin byrjaði, finnst mér, á því með Höllu Rund að gera allt svona vafasamt sem hún hafði gert og farið til útlanda, hitt eitthvað og Karin Kjartansdóttir sem upplýsingafulltrúi Orkustofnunar svo núna kosningastjórinn hjá henni og mér finnst þetta var bara dag eftir dag mokkonu sem var að tína upp eitthvað sparðatýning sko í hennar garð. Ef einhver frambjóðandi fór illa út úr Stefáni Einari og Kó í mokkanum, þá var það Katrín Jakobsdóttir vegna þess að þetta byrjaði á henni og þarna tókst að þvælana inn í ýmislegt og meðal annars að ná fram einhverju fyrirsögn sem kallaði á miklar umræður hjá netröllunum hvort hún væri barnamorðingi og það eimir enn eftir að því. Hún vildi þungunar og fram að fæðingu. Já, það er náttúrulega alls ekki það sem hún var að segja og ég meina Hún losnar ekki undan því, mennur? Nei, hún losnar ekki undan því og þeim tókst að vekja upp þennan draug líka þegar þau voru í viðtali með Jón Gnarr í viðtali að hann væri ósamála Katrínu þú veist, þetta er náttúrulega Það var mjög góður sko. Svo tóku þeir fyrir Baldur með þennan dónaskap með þessa barmynd og þá tókst þeim að vekja ýmis konar svívirðingar og netröll Því að Hommi fór inn á homofóbískar, já, því að Hommi satt á hommabar með bjór í hönd. Ég meina ef þetta er umdælanlegasta myndin sem er til að Baldri þá var hann nú bara mjög gott miðað við aðra. Ég hlustaði á hann að það heiti Forustusætið, ég veit ekki hvað það heitir, það meikar eiginlega ekki sens að það heiti Forustusætið, en ég held að heiti það samt. Í gær, það sem Halla Hrund var. Hún þurfti að svara fyrir þetta úr mokkanum hann að hvort hún hafi skrifað undir einhverja vilja yfirlýsingu í Argentínu sem að, þú veist, engum alveg skiptir eins og það var okkur sakabekk. Ég var í útvarpinu að labba heim og þá heyrði ég Stein Nólínu vera hjá Val Grettisinni í Síðdísútvarpinu að svara fyrir það sko hvað myndir þú gera ef verið byrt mynd af Katrínu Jakobsdóttur og kynlífsbar. Þannig mér finnst þetta sem er að taka dæmi eitthvað sem bara meikar eitthvað sens að það bara vellur áfram í öllum hinum fjölmiðlum sko. Þannig að sáum það allir dæmis í gærkvöld sem að gerist ekki á hverjum degi að Jóhanna Vigdís sem ræðir við Höllu Hrund hún allavega á einu stað gerði lítið úr svarinu hennar það er mjög óhefðbundið þegar ræðir fréttamenn Ríkisútvarpsins. Það var þegar hún var að spyrja hann uppvöxtinn, af hvernig hún væri svona mikið að tala sveitin og hún hefði verið í blokk og búið í blokk. Þessum okkur segir að hún hefði búið í einbýlishúsi það er í rauninni verið að reyna að koma þeirri hugsun að hjá almenningi að það sé hræstni í gangi. Lýi blekkingar og allt það. Og þegar Halla Hrund svarar að mér fannst bara ágætlega, þá hnýtir Jóhanna Vigdís í svarið hennar að það sé nú ekki eins og þetta sé eitthvað einstæmi, það sé nú bara langflestir sem hafi búið við sömu uppbylsaðstæður og hún. Jú, en þetta er bara svo óvenjulegt. Þetta er óvenjulegt að þú takir svar viðmælandaðins og gerir svo lítið. Tónnin er svolítið svona, já, þú segir það eitthvað svona, ég næ ekki alveg þessari stemmingu. En mér fannst reyndar Jóhanna Vigdís ekkert sérstaklega dónalega í þessu viðtali, mér fannst hún bara ágætt og ekkert sérstaklega hörð, ég skildi ekki alveg þessa ofbárslegu gagnrýni á hana, en auðvitað tók hún fyrir þetta mokkamál sem að kemur á mjög einkennilegan hátt inn í kosningabaráttu. Vegna þess að þarna virðist að þetta kemur frá mokkanum og eiginkona Stefáns Einars er settur þarna orkumálastjóri og virðist vera að mata fjölmiðla á einhverjum neyðarlegum upplýsingum. Já, manninn sinn. Og hann einhvern veginn, hann víkur ekki einu sem í þeim málum sem að varða orkumálastjóri. Mér finnst hæfi Stefáns sem umræðustjórnanda vera mjög vafasamt. Vegna þess einmitt eins og þið segir. Af því að þau eru að nýta sér þessar upplýsingar sem koma frá þessari stofnun. Augljóst
Það er ekki hægt að fela skórin. Þannig að þessi gagnrýni hittir það sjálfa fyrir. En auðvitað það þannig að þetta mál tiltekna að hún hafi skrifað undir einhvers konar, þetta óheppilegt, hún fer fram úr sínum valdheimildum. En þetta hins vegar þannig að hún ekki að taka ákvörðun. Mér finnst þetta bara, hún í okkur ráðstefnu í Argentínu og skrifar þetta okkur viljayfirlýsingu við sambærilega stofnun þar samstarf. Nei, hún hittir ráðherra ríkisstjórnar í Argentínu. Og segja, nei, ég get ekki mætt að því að... Nei, hún hefði átt að hafa samráð það við utanríkisráðuneytið, bara samkvæmt þarna, bara etikettunum. Ef orkumálastjóri Argentínu var á Íslandi, hún myndi hitta ráðherra, hún myndi hitta forsetann, gott ekki bara biskupinn. Þannig ég bara sé ekki hvert málið. Hún bara ekki á að neita mæta ráðherra. Nei, hún hefði bara átt að hafa samráð það, en ég hins vegar, ég líti á þetta sem eitthvað algjört smámál innan að, ég meina, hún að koma í þetta embætti og hún gerir eitthvað sem að kannski, þú veist, þetta eitthvað svona, það hefði verið næst þarna átt þú að hafa samband, af því að hún ekki að skrifa undir viljayfirlýsingu neitt konkrétt, þetta bara viljayfirlýsing. En ef við reynum aftur aðeins að velta fyrir okkur, akkur eru svona mikla tilfinningar, akkur eru svona mikil heift, þá ekki ágætt að því að það stutt síðan las ævisögu Gunnars Thoroddsen sem nú verandi forseti okkar Guðni T.H. skrifaði að ekki ágætt að velta frábær bók, ekki ágætt að velta því fyrir sér þar sem að þar segir svona til þess að við lærum að skilja okkur sjálf frá degi til dags að Íslendingar hafi alltaf kosið sér þann forseta sem fjærst stendur valdinu og núna erum við náttúrulega með frambjóðanda sem að stekkur blóðhrár beint úr forsætisráðuneytinu og kann það nú ekki að skýra líka hluta þessum tilfinningum að Íslendingar, ég stundum haldið því fram að þetta sé í rauninni einu skiptin sem Íslendingar kjósa bara eftir sinni eigin hjartans sannfæringu þegar þeir fara inn í kjörklefa vegna forsetakosninga. Ég held að mjög mörg okkar kjósa eftir pingjunni, eftir hagsmunum í alþingiskosningum vegna þess að vinnuveitandinn búin að setja einhvern hálfgerðan þrýsting á þá sem eru undirsettir og ég veit ekki hvað og við þekkjum nú hvernig þetta var áratugi aftur í tíman. En það birtist okkur, mörgum held ég, í aðdraganda þessara forsetakosninga að það þarna einn frambjóðandi sem að væga sagt hefur staðið ekki bara nálægt valdinu, heldur verið mögulega valdamesta manneskja Íslands í 7 ár og ég held að það skýri hluta þessara tilfinninga. Þetta náttúrulega taktiki sem andstæðingar Katrín að nota til þess að skilgreina hana. Þetta í rauninni bara það. Nei, ég held að þetta sé bara augljóst. Af því að Íslendingar hafa aldrei kosið þann. Ég var á framboðsfundi Katrínar norður á Akureyri síðustu helgi og fyrsti maðurinn sem ég sé Kristján Þór Júlíusson. Já, satt alveg fremst. Sko. Og ég held að hann hafi verið út til að barmerkjum og eitthvað svoleiðis og næsti maður sem ég sá var einhver bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, svo sá ég Valgerði Sverrisdóttur og þarna Björn Snæbjörnsson, sko, þetta í rauninni, þetta allt saman svona típur, hann var hjá einingu Iðju, en ekki til vinstri, heldur framsóknarmaður, því að það svona mikil framsóknarmennska þarna fyrir norðan, og ég gekk bara inn í sal sem var fullur af akureyrskum valdhöfum í Sjálfstæðisflokknum og framsóknarflokknum og mér fannst þetta sérstakt. Það var ekkert fólk sem VG og... Jú, það var alveg VG fólk innanum, en mér fannst stærsti hlutin vera svona eldri borgarar, fólk... Töldu sig eiga partíð og settist á Töldu sig eiga þetta partíð. Það svolítið svona tákrænt. Og ég held að það sé ekki hægt að skauta fram hjá þessu sem bara því að þetta sé einhver orðræða sem að þeir sem að hafi eitthvað gegn Katrínu. Þetta ákveðin galli í Þóra Kristín. Hannes Holmstedt lýsir að hún búin að kjósa Katrínu. Já, ég meina vissulega Katrín að koma úr forsætisráðherra embætti og hún tengd inn í stjórnmálinn í áratugi aftur í tíman og þarna... Þetta valhöll, sko. Já, en hún tengd mörgu öðru, en málið að það hefur alltaf verið þannig í forsetakosningum á Íslandi, hvað sem einhverju rómantík líður, að það hafa verið þarna að það hefur alls konar fólk staðið að
sem sagt þessum forsetahefnum og ég meina það hefur verið alls konar elita sem að noti nú þetta skiluru hugtak sem að núna er svo mikið nota að þetta sé einhvers konar elitismi að styðja Katrínu og þarna sé bara elitan og einhver svona ráðandi djúbríkið og ég veit ekki hvað og hvað. Ég held að það hefur mikið verið vitnað í Kristján Eldjárn í þessu sambandi og á það hefur nú verið bent að hann hafi ákveðið að fara í framboð þegar að 2 sjálfstæðismenn í rauninni skoruðu á hann. Það var sem sagt það var Pétur Benediktsson, bróðir Bjarna Ben, forsætisráðherra og Ragnari Smára. Þannig að ég held að það sé allt og mikið gert úr því í rauninni þessum svona flokkspólitíska hluta þessara kosninga. Og vissulega það þannig að það eru mjög margir sjálfstæðismenn sem styðja Katrínu og vissulega það þannig að það eru mjög margir eldri borgara sem styðja þessat efstu frambjóðendur. Þeir eru líka bara mjög duglegir að mynda sér skoðun á þessu og hafa mikinn áhuga á því. Og ég meina það er allt í lagi með það. Ég meina það eru eldra fólk sem styður bæði Katrínu og Höllu Hrund og það er alls konar fólk. Ég meina Miðflokkurinn virðist raða sér á Höllu Hrund. Það eru sko meiri hluti Miðflokksins styður hana, af hverju Sáu íslenska fánan, þeir rjúka bara á íslenska fánan ef þau sjá mynd á hana. Já, en af hverju spilar hún þá svona mikið inn á þessa þjóðrembu? Ég meina, ef við ætlum að fara að kafa ofan í eitthvað svona, þá getum við endalaust sko farið að sko þvæla með hlutina. Þóra Kristín, þetta hefur virkað. Hjá henni? Nei, þetta með að skilgreina Katrínu sem svona eilitu framboð. Já, þetta hefur virkað til þess að jaðarsetja hana og til þess að eyðileggja hana kostningabaráttu vissulega. Já, hún náði nú aldrei verulega hárri fylgistölu áður en öll umræðan hérna hófst. Hún var samt eftir. Já, en hún skreið rétt yfir 30, ef mann rétt. En sko, ef við værum nú hérna svona rísadandur, þá verðum að segja að við getum ekki sko látið frambúð Katrínar slá skugga yfir allt hitt. Sko. Það er 12 frambjóðendur. Hún náttúrulega kemur inn svo stór að... Ég veit það, en samt sem áður, þá eru sko, það eru 12 frambjóðendur og hún er að keppa við einhverjum hérna Höllu Hrund núna og Baldur. En frambóð hennar kemur með svona kröfu... Já, komin upp í meistarflokka held ég. Sko frambóð hennar kemur með svona eiginlega kröfu á umræðuna eitthvað svona uppgjör á pólitísku ferli Katrín Jakobsdóttur. Halla Hrund, hvað er að uppgjör við starf hennar sem orkumannastjóri? Það er svona lítið á meðan að hlussan sem að Katrín kemur með. Það er frambóð, það er það sem að er í frambóðinu. Það er hérna, sko, það er ósangjart ef umræðan snýst eiginlega yngöngum eina mannesku. Það er að því að hún kemur með svo stór farangum með sér. Já, við erum búin að tala hérna, sko, það fólk er svona, alveg eins og þið tvö tali hérna, að þannig er þetta annarkvort með á móti. Ég er ekkert á móti Katrínu, ég veit ekkert hvernig ég ætla að kjósa. Nei, en ég reyna að greina umræðana. Mér finnst það líklegt að það er bara meiri að umræðan í samfélaginu fari bara meir og minna það með eða móti Katrínu og þannig verði að munið að lita síðustu 2-3 vikunar. En mér finnst það voru leiðilegt líka fyrir hinna frambjóðandinu að þetta sé erðin einhver svona andverleika kostning eða verleika kostning sko hana. Ég veit ekki að tala bara hinna núna. Nei, ég velti fyrir mér sko líka, það er hluti af þessari stefnu, ég heyrði nú bara ég var í hádegismat áðan og þá heyrði ég mitt að eitt sagði ég veit allavega hvernig ég ætla ekki að kjósa. Og ég meina, af hverju vill fólk endilega vera svona mikið þar? Þannig er það bara. Og það sömuleyti kannski reiknaði Katrín ekki með þessu eða fólki sem var að hvetja hana að bara leið og þetta gerist að hún er komin í frambóð að þá fer þetta bara einhvern veginn í gang að þá er þetta á matsinum. Flokkunni mælist sko undir 5% og hún er búin að tapa því sem hún hafði svona sem vinsælsti stjórnmálamaður þjóðarinnar og þetta lagareldi hjálpar ekki. Nei, það náttúrulega kemur mjög illa inn í þessu umræðu. Þeir eru kannski ósammála mér, ég veit það ekki, en mér líður núna eins og 4 einstaklingar geti orðið forseti Íslands. Mér líður þannig. Ég er mjög spenntur að sjá könnun maskinu annað kvöld sem er sennilega næsta könnun sem við sjáum. Hvort að Halla Tómasar sé áfram að vaksa? Já, hvort hún sé áfram að flugi og svo ég vitni nú aftur til minna reynslu þarna fyrir norðan á Akureyri síðustu helgi þá ég sótti sem sagt 3 framboðsfundi. Hvar var besti maturinn?
Já, sko, eini maturinn var hjá Katrínu. Hún bauð upp á súpu, mettaði þarna á milli 200 og 300 manns. En hinir 2 frambjóðendurnir sem héldu fund sama dag, maður fekk upp á helling hjá þeim. Okay. Og að þú spyrðu það. Og gott það var ekki kaka líka hjá Katrínu í boði, ég ekki alveg viss það. En hinir 2 frambjóðendurnir voru sem sagt Halla Tómasar og svo Jón Gnarr. Og mér fannst mjög gaman að sækja þessa fundi. Í fyrsta lagi þá sá ég mjög mikla stemningu í bænum. Fyrir öllum þessum 3 fundum. Var Jón ekki með útifund? Jú, Jón var með útifund á kaffi, fyrir utan kaffi Ilm, sem lítið kaffihús þarna í göngugötunni, eða þess rétt fyrir ofan göngugötuna. Og það var glampi í augum hjá fólki, það var ástríða, fólk var mjög lifandi, ég upplifði bara svona... Sirkusinn í bænum. Ég veit það ekki hvort þetta var sirkus eða bara hvort fólk fagnaði því að fá tækifæri. Já, það er ein spurningin. Var hann fyndinn eða ekki? Mér varst hann skripla svolítið á skötu í því að velja í hvaða hlutverki hann væri. Hvort hann væri í stand-up komedian fyndni frambjóðandinn eða maðurinn Jón eða frambjóðandinn Jón. En hann talaði til dæmis mjög vel alþingismenn og alþingi fór allt í að tala það að hann langaði svo til þess að þessi sundrungar umræða í samfélaginu og þetta sem þú ert að tala að þessi skautun að við myndum ná að brúa gjána og fór allt í að tala vel alþingi og alþingismenn og það mátti heyra saumnál detta og hann misti einhvern hlut af salnum þar því að ég held við ætlumst bara til þess að hann sé pínulítið gagnrýnin á hóp eins og alþingismenn og alþingi. Svo það bara ekki almennt með Íslendinga að þeir beri mikla virðingu fyrir alþingi? Nei, en senu þjófur að mínum mati, og ég tek það fram að ég hef ekki gert upp mitt atkvæði og ég tel mig geta komist út úr mínum eigin skoðunum, þjálfaður í því í marga áratugi að vera blaðamaður og greina stemningu. Senu þjófur í þessum 3 fundum var klárlega Halla Tómasdóttir. Og þar fjölgaði alltaf fundargestum eftir því sem hún talaði lengra. Hún var í menningarhúsinu Hofi, það þurfti að bæta ekki bara við stólum heldur færa í rauninni fundin út allt og hún gerði þetta líka svolítið öðruvísi heldur en hinn 2. Henni tókst nú bara mjög vel upp í því að kynna sjálfa sig og svona það helsta sem hún stæði fyrir. En svo kemur X-faktor, svo kemur maðurinn hennar. Og hann fer að gera, hann kemur með sjóið, grínsjóið sem kannski maður segi hjá Jóni Gnarr. Hann fer að gera grína kærustum Höllu. Sem ekki vinsælt að eiginmaðurinn sé að gera. Ekkert endilega, en hann gerði það mjög svona frjálslega. Hver er þessi maður? Og fyndið, hann heiti Björn eins og ég veit að öðru leyti ekkert hver hann er. En hann allavega kom mjög vel fyrir og virtist mjög flinkur og maður upplýði, þetta var það langskemmtilegasta sem ég hef sjálfur orðið vitni af síðan þessi barátta hófst. Það var í fyrsta lagi að fylgjast með fólkinu, fylgjast með áhuganum, sjá ólíkar áherslur frambjóðendana og ég er alveg sammálaður Þóra Kristín að ef við náum að komast aðeins upp úr þessum drunga og þó þessari beiskju og biturð og galli sem að sumstaðar flýtur þetta er stórkostlega skemmtilegt. Mér finnst það þess að maður fer fólk vil endilega ræði þetta út og suður fórsetakosningar. Það er gríðalegur áhugi. En það sem Höllu tekst núna, Höllu Tómasdóttur, það er að koma svolítið fersk inn í þetta út af því að hún hefur ekki verið þarna í þessari stemmingu, hún hefur ekkert lent þar inni Nei. Þannig að hún getur stórgrætt á það. Já, hún hefur ekki verið að ráðast á aðra heldur. Hún var nú boðuð til viðtals við Stefán Einar talaðan. Já. Hann boðað hann að... Þannig að það verður komin allt annað staða upp á morgun. Nei, hann orðaði hann. Já, hann var boðað hann, Ekki bauðinu ekki. Stemdenni. Þannig að hún fær kannski á sig. Hún fær einhverja skítagussur. Það er náttúrulega skemmtilegra að vera í sókn og það var meiri bjartsýni á fundinum og svona. Það er leiðilegt að vera í eins og þessi Jón er búin að vera bara í hægu undanhaldi og sömuleyti Katrín. Þannig að það sem að skemmtilegra að mælast með einhvern byr
En svo líka fyrir okkur sem að hlusta, þá skemmtilega að hlusta á fólki sem að sækja. Því að eiginlega leiðilegast að hlusta á eitthvað sem telur sig vera með eitthvað fylgi og ætlar að verja það með því að segja ekki neitt. Það getur verið eins og að hlusta til dæmis á samfylkinguna núna undanferðið. Maður getur alveg sofnað bara við að reyna að halda athygli, sko. Já. En svo líka, eins og Baldur Þórhallsson síðast í gærkvöld á fundi á Selfossi, þá fær hann 250 manns til þess að standa upp og klappa fyrir sér, þótt hann hafi nú ekki verið í mjög mikilli sókn fylgislega, þegar hann fær á sig einhverja svona homofóbíska, ég veit ekki hvort það var homofóbísk spurning eða þá hvort hún var bara viðbragð við homofóbíunum sem þú varst að ræða áðan. Og þá bara segir hann, nei sko ég er ekki hommi í framboði, ég er bara maður í framboði til forseta Íslands. Og það standa allir á fætur, 250 manns og klappa fyrir honum. Stórkostlegt augnablik. Þannig að það eru margir augljóslega bara að skora og ná til þjóðarinnar með öðrum hætti heldur en þessi klassíski pólitíkus gera. Í gærkvöldi þá mætti ég eitthvað frá Stöð 2 í morgungaffi á Jón Ignar og það var klukkan 5 morgunin af því að hann er svo mikið að gera í öðru. Helt meira þess að 4:30 sko. Já, 4:30 já. Að meira þess að sko, sá alveg, hann var þreyttur sko. Hann er að leika í einhverju séríu. Frá mótið til kvölds. Já, og að gera þetta sko, hann játaði því líka að væri þreyttur. Hann byrjar daginn á því að setja í einhver förðunarstól þar sem verið að breyta í eldgamlan mann og svo leikur hann yfir daginn og svo kemur hann heim á kvöldin og steinsofnar. Hann má bara ekki vera að þessu sko. Nei, þessu utan hvað það hlýtur að vera bara erfitt að vera frambjóðandi. En Jón náttúrulega gerði stórkostlega hluti í borginni þegar hann kom einmitt inn í svona andrúmsloft, svona eineltis og leiðinda og þetta algjörastöðnunar að þá tókst honum með bara sinni innlægni og svona framkomu og gríni einhvern veginn að breyta þessu. Það var eins og heilandi afl. Þannig að ég vona að Jón komi bara sterkari inn í umræðina. Þegar það var 9 ára borgarstjóri, segir sagan að hann og Björn Blöndal fóru einhver kynningafundi á Orkuveitunni, það var allt í klessu og það svona voru benda á einhver tölur fyrir okkur og þá sagði annar að fyrirgefið en eru 9-0 í milljarði. Aldrei velt milljarði fyrir sér áður. Þetta er einlægnin sko. Já, einlægnin og kímnin sko, það er náttúrulega það sem er. Ég herði eitt var að rifja upp á sambærilega fundi af því að það sem þeir gerðu náttúrulega við Orkuveituna var fyrst og fremst að hækka gjöldin. Láta bara borgarbúa borga sig út úr skuldafenninu en svo þurfti líka að segja fólki. Og þá, hann átti að segja því að það verður bara að gera það fyrir að segja fólki og þá segja hann bara ekki fólkið í appisinu gulu kolonum. Það er með það góð setning líka. Það er svona fundi. Þannig að það sem að sko, brjóstvitið getur átt rétt fyrir sér sko. Þú þarft ekkert að koma með einhverja línuri til þess að sína fram á sko rétta afstöðu. En verðum við ekki líka bend á það að Glæni í könnun sem Prósent kynnti í dag sem mælir viðhorf Íslendinga til kappræðnanna á RÚV 3. maí síðastliðinn. Hún sýnir að svolítið langflestir Íslendingar töldu Höllu Tómasdóttur hafa staðið sér best í kappræðanum. Það mátti nefna 3, það voru 53% sem nefndu Höllu. Já. Það er áhugavert. Þess kom Baldur sem að mér fannst, ég var náttúrulega ekki alveg með fulla athygli við að horfa á þetta, en mér finnst það eins og þetta líka eins og fundinum og svona, að þótt að hann hafi komið og verið með gott fylgi upphafi og ætti að vera þetta sem ég var að lýsa á þann að vera svona í vörn, þá finnst mér hann að sömur þetta ekki að vera það, minnst hann hafa verið svona sjálfströstu í gegnum þetta allt saman. Þannig svo hann segja okkur svona mission og láti ekki kannski svona Fipa sig. Hann hefur ekki mjög fallega kosningabaráttu en Baldur. Komið vel út úr. Kannski er það bara með skárra fólki í kringu sig. Og málefnalega einhvern veginn. Kannski er það með skárra fólki í kringu sig. Kannski er hinni með eitthvað svona lið sem alltaf fer á taugum yfir skoðanakönnunum. Það er mikið álag fyrir frambjóðanda. Já, og er líka of mikið að stjórnast í frambjóðandu vegna þess að það versta sem að fólk gerir sjálfur sér og öðrum í svona frambóði það er að vera ekki karakter og þegar maður sér fólk sem einhvern veginn er ekki í karakter og ég verð að segja það til dæmis núna að bara með alla þessa frambjóðendur að nú erum við með þarna alveg sko skelfilega atburði sem er að gerast í Miðausturlöndum, við erum með sko hroðalegt þjóðamorð þar sem að við erum öll hérna á þessu litla skeri bara í rauninni bara með kökk í hálsinum allan daginn, bara maður kveikir á sjónvarpi og þarna ég heyri voðalega lítið þetta frá þessum frambjóðendum af því að þeir eru svo mikið að passa sig
þeir eru svo mikið að Láta ekki passa stikkja sig. Já, og bara síðast í gær að þá var þarna Halla Hrund að einhvern veginn var hún ekki að segja að hún hefði ekki gert eins og Guðni að fara á þessa tónleika til stuðnings Palestínu og þarna sem að mér fannst bara einmitt alveg ofboðslega fallegt og sterkt af Guðna að gera alveg frábært og maður hugsar á sama tíma þá kemur þetta fólk upp og er einhvern veginn að klappa og rósa sjálfur sig fyrir að vera svo afskaplega kristin það hefur svo mikinn sko mikla sympatíu með óréttlæti sem átti sér stað sko fyrir 2000 árum í Mið-Austurlöndum og einhverjum hryllingi en það getur ekki hort á þetta með okkur þjóðinni sem það ætlar að sameina og mér finnst það að vera lélegt. En í sama tilsvari tók hún fram að hún hefði sniðgengið keppnina ef hún verið forseti með því að horfa ekki á hana en hún hefði þó hort á hér sem að við varst þetta að vera sko ég velti fyrir mér að því að ég var að tala við hana Fítu sem er frá Palestínu og hún var að tala það sko að þessi umræðum Eurovision hún var eiginlega að leggja til, getur ekki bara hætt henni getur ekki bara tekið þetta Eurovision kjaftaði og rætt málið sem að náttúrulega þjóðamorð á Gaza bara beint og þannig erum við að horfa á forsetaframbjóðanda og Spyril og niðurstaðan verður einhvern veginn svo að hún verið að ná út einhverju siðferðislega afstöðu frammi fyrir þjóðamorði og þá var niðurstaðan svo að hún hefði hort á heruatriðið en ekki Eurovision og ekki, hvaða rugl er þetta komið í? Okkur má ekki bara spyrja fólk út í því að stiður þjóðamorðið, finnst þér að Íslands stjórnvald eigi að gera meira í því? Hver er okkar siðferðislega skylda í því? En þetta er dæmi það að frambjóðendur séu ekki að leyfa sér að vera í karakter, að þeir séu ekki að leyfa sér einhvern veginn að vera manneskjur og horfa í augun á okkur og segja það sem þeir eru raunverulega að hugsa. Fara og varlega. En ég tek svolítið undir með þér, þetta er líka kannski dæmi að það sé bara ekkert verið að spyrja réttu spurningar. Það er ekki bara spurt Gaza. Það eigi bara að fara beint í þessi mál. Það mætti alveg vera meira hérna... Það mætti kannski ganga harðar á frambjóðendur varðandi svona mál og minna einhver þarna að þeir hafi einhvern veginn tróðið í salatinu í einhverjum prótókollum í þarna eins og Halla Hrund með þennan fund þarna með Argentínu og eina sem sko ég sé í því máli að þarna hún hafi tróðið eitthvað í salatinu, gert eitthvað sem var ekki vaninn að gera og í öllum tilfellum þá hefur bara verið sagt ekki gera þetta aftur en af því að það er náttúrulega mjög mikill pirringur út í Höllu Hrund, var pirringur út í hana sem orkumálastjóra af því hún var skeleg, af því að hún talaði mannamál og að þá átti nú að leggja þessa stofnu niður og eitthvað svona að þetta sé hreinlega angja því og sem að konan hans Stefáns Einars hafi laumað Morgunblaðinu eða einhver annar í Orkustofnun og Herðu, en Halla Hrund, hún er náttúrulega merkilegu frambjóðandi. Hún kemur svona out of the blue, hún er blue, hún er alltaf blá, við viljum vera bláklædd og fólk svolítið að velja sér liti, við fundist það. Og hún bara rýkur upp og það er eitthvað svona sem að kannski út af þessum illindum í umræðum okkar. Að kannski erum við bara orðin svona menning að við treystum engu nema helst barni. Það verið Greta frá Svíþjóð þar sem að við vildum ekki hlusta á sko vísindamennina sem komist að þessu en þegar barn sagði þetta að þá hlustum við af því að við erum svo þetta er eitthvað svo mikil grimmd í samfélaginu að leiðu þetta orðin sko bara komið einhverja reynslu og eitthvað svona við þolum þessu sem alltaf að leita einhverjum heilaleika þolum ekki briskleika mannsins þolum ekki svona ástand í okkur að við erum alltaf að reyta eitthvað svona hreinu þannig að hún kemur svolítið þarna inn það sem að við erum með eiginlega öll eru svona nefn kannski ekki Baldur kannski en ég meina Katrín er svona kemur úr öðrum átökum Jón var ekki fyrir 14 ára sem hann var í eitthvað svona svipuðu og þú veist þannig að hún kemur þarna inn og þá einhvern veginn sópar hún að þessi fylgi sem kannski ekki það sem hún hefur verið heldur frekar svona það sem hún gæti verið svona eitthvað svona hreinleiki. Já, hún verður svona fulltrúið þarna. Vorið. Já, þetta er eins og þegar það var mesta reiðin og skautunin hérna eftir hrun, muniði afturhvarfið í lopapeysuna og blóðmörinn og þetta er svona, Halla Hrund hefur svolítið svona, eða hennar þarna kosningamaskina hefur svolítið spilað á þessa taugar, þessa svona þjóðernisromantík og þarna, þessa öryggisvík. Já, líka þetta með að við erum að fá eitthvað sem hefur ekki tengst neinu, ekki komið að neinu, ekki gert neitt
og það endar náttúrulega bara að þú ert komið með 7 ára barn. En á sama tíma þá erum við að gera kröfum eða sama fólk alltaf að segja sko að forseti eigi að setja mál í auknum mæli til þjóðarinnar, hann eigi að vera gildandi og það sé mikilvægt að hann sé svona, en hann má ekki vera manneskja sem hefur haft neina skoðun eða sett sig inn í nokkuð skapaðan hlut. En Hallgrímur Helgason náttúrulega rammaði þetta alltaf hnittilega inn sem er svona, gaf þessu önnur orð en þetta sem þú ert að lýsa, en er samt í rauninni að tala sama hlutin. Þegar hann sagði að íslenska ástarlífsleiðin væri skyndikynni og okkar leið til þess að sýna ást okkar á einhverju, hún væri oftast í gegnum skyndikynni. Og sveitabell eða bar. Og hann vildi meina það að skyndikynni Íslendinga við Höllu Hrund, hvað þetta gerist hratt að fæst okkar vissu í rauninni mikið hana, hver hún var eða fyrir hvað hún stóð fyrir, en einmitt eins og nefnir bara allt í einu, búm, siglir hún með heiminskautum og Hallgrímur Helgason segir að þessi skyndikynni, þessi gamla menning í okkar sögu, að við séum bara hrifin af skyndikynnum. En kannski tengist það líka því að við trúum á kraftaverkið, við trúum á hið óvænta, við viljum, eins og þú ert að tala sakleysi, hið barslega, þetta er svona Elskum ekki það En sem nú geysist Halla Tómasdóttir inn klukkan korter í 3. Já. Og hvað gerist það? Hann bara gæti alveg gerst. Í skyndikynnum. Þetta getur verið að þetta er svona að elska ekki það sem heldur elska það sem gæti orðið. Þetta er náttúrulega, getur verið háskalegt að lifa eftir þessu, alltaf, og það er líka sá sem í vandræðum, hann oft svona Kusum við ekki Guðna? Hann hefur Svolítið. Var það ekki? Kusum við ekki Guðna TH pínlítið út frá þessu? Við vissum svo sem ekkert neitt óbáslega mikið mann, en við kynntumst honum mjög hratt. Ég var búin að kynnast honum, ég var ekki nokkrum vafa sko. Ég hafði unnið með honum og það er ekki spurning í mínum huga að ég hvað Guðna bara alveg sama hvað sko. En maður hefur stundum talað við fólk sem í svona vandræðum kannski og þá hefur oft svo mikla trú á þessu sem nýbyrjaður, einhvern veginn allt í steik í fyrirtækinu, en hann að Jói sem að byrjaði fyrra dag, ég hefur rosa trú á honum, það kannist ekki við þetta. Þetta er svona, veit ég hvort að það sé enginn á þjóðinni. Það er svo margt að þessum 12 sem við gætum öll bara treyst til að vera forseti Íslands. Það eru margir hæfir umsækjendur þannig að það er ekki Já, það er í rauninni mjög mikið mannval þarna. Þannig erum við með 2 frábæra listamenn, Steinu Ólínu og Jón Gnarr, og við erum með Katrínu Jakobsdóttur með hennar sko dýrmætu reynslu og frábæra persónuleika. Við erum með Höllu Hrund sem að sýndi fyrir Orkustofnun að hún er með bein í nefinu og flott. Við erum með Höllu Tómasdóttur sem er núna einhvern veginn að rúlla öllum upp. Við erum með mjög marga frambjóðendur sem eru og Baldur sem er alveg yndisleg persóna, og ég meina við erum með, það er þess vegna sem þetta ætti að geta verið svona lýðræðisveisla sem við erum stolt af að vera með í, en ekki svona níð og skítkast og ykkur svona óaldalíð. Ferðu á fótboltaleiki? Nei, ég fer reyndar ekki á fótboltaleiki. Ef maður fyrir á fótboltaleiki þá er stundum meira hrópa sko út af með dómarann og eitthvað svona. Jú, en ég meina við vitum náttúrulega hvernig sko fótbolti hefur verið að þróast líka og er orðin svona er orðið þannig að venjulegt fólk víða þorir ekki lengur að fara á fótboltaleiki út af óerðum sem geta brotist út. Svo fleiri forvitnilegar og fallegar hliðasögur í þessu. Af tilviljun þá var ég staddur upp í húsi í Garðabæ í gærkvöld og þar er Viktor, hinn ungi. Og ég var nú ekki hlutverki blaðamannsins, en hann sagði mig frá því þegar hún dettur í huga að gera þetta og keyrir hringinn í kringu landið og bjargar þessum undirskriftum sem þurfti. Og hann sagði mér meðal annars að á Ísafirði tók fólk honum hvað best og mér fannst náttúrulega bara alveg ótrúlega merkilegt þessi maður hafi bara svona fengið þessa hugmynd að gera þetta og hann hafi framkvæmt hana með að keyra hringinn í kringum landið. Og svo þegar Heimir Már sem er nú að fara að stýra kappræðunum annarkvöld veður beint á hann og tekur hann einhver beina útsendingu í viðtal á Vísi og eitthvað svona og byrjar viðtali, hver ert þú? Og hann svarar einhverju spurningum og svo þegar Heimir er hættur að spyrja þá spyr hann Heimir Má en hver ert þú? Því fólk á hans aldri er ekki að fylgjast með fréttatímum Stöðvar 2 þegar þú ert 35 ára eða hvað hann er þá bara veistu ekkert hver Heimir Már Pétursson er
En hver þú? En Viktor svona að spila inn á sko gamalt minni sem bara hans klaufi. Hann kemur þarna inn sko ríðandi á Arna og ætlar bara að fá sem sagt hálft konungsríkið og þarna. Var með gestapassa frá RÚV hálsinn í kakkaðanum sem var svolítið sætt. Það var gestur. Þetta svo skemmtilegt. Já, það svo margt skemmtilegt í þessu. Það svo margt meira skemmtilegt heldur en þarna þessi súri kalla einelti sem hefur verið. Það bara kallar? Þetta mest kallar. Ég ætla ekki að reyða. Þetta mest kallar sem hafa staðið í þessu. Það kannski svona 10% konur. En þetta eru mest kallar á ákveðnum aldri, rosalega súrir og reiðir og þarna maður getur vel skilið að þeir hafi orðið fyrir vonbrigði með margt og maður deilir þarna sín í mörgu en ég meina þessi ólæti og þessi fjandskapur og þetta orðbragð og þessi leiðindi, þetta bara hegðunarvanda. Fylgjast að vera að lesa þetta, þetta komið út fyrir eitthvað mörg þá nenni ég ekki að lesa þetta, ég bara nenni því ekki. En Sigurjón, þú ert elstur okkar. Já. Hvað segir nefið þitt þér? Hvernig fara þessar kosningar? Ég búin að segja að ég verði Halla Tómasdóttir í baráttu við sennilega Katrínu eða nöfnu sína. Já. Held að Það gæti verið að Katrín Jakobsdóttir dytti af eiginlega vagninum svona bara í næstu viku. Það geta alveg gert. Svo gæti vel verið að skoðanakannanir muni mæla Katrínu ekki efsta og jafnvel vanti svolítið upp á það, rétt fyrir kosningar, en samt verðum forseti. Á hverju byggi ég það? Gamlingjarnir fyrir norðan sem voru á framboðsfundinum, þeir voru að segja, þeir voru svona að gera grína því hún líka Katrín sko, hún voru að segja ég verð að viðurkenna það að við erum svo sem engin unglömb hérna, sagði Katrín leitið við salin og svo fann eitthvað að tala um að hún væri að fara á TikTok til þess að reyna að yngja aðeins upp hérna liðið sem hún að reyna að sækja hérna fylgi við, en einn gamlingi sagði við annan og það var svolítið fallegt við skilum okkur á kjörstað og maður veit ekkert hvort sko sá sem svarar eða sú sem svarar hérna skoðanakönnun að hún hafi einhverja meiningu maður veit ekkert að hvað miklu leyti fólk mun skila sér á kjörstað en við vitum að gamlingarnir munu skila sér á kjörstað þannig að kannski verður bara töluvert niðurstöðu. Það þarf að vera svolítið mikil sveifla í þessu, ég man einhvern tímann hafði ég fyrir því að þetta alltaf satt píratana sko og þegar maður svona aldursreiknar sko hérna mætingur á kjörstað þá þetta aldrei svo rosaleg sveifla sko og mér finnst svona hérna oft ofmetin í umræðinni það sem ég held að sé eins og líklega að gerist að fólk oft hérna heldur það að þeir sem eftir að ákveða sig séu kannski líkari í sveiflunni, það ekki alltaf sko stundu gerist það sem eftir að ákveða sig séu líkari bara síðustu kosningum þannig að séu svona eru líklegri til þess að vera íhaldsamari þegar það hérna þannig að það ég myndi ekki vilja lesa í spáum hérna úrslitin ég held að bara aðeins að sko áttu strókleður ég þarf að strók yfir þetta sem ég sagði á það þetta er ósnefnt að segja til sko hvað getur gerst mér finnst hellingur eftir í þessu sko ég veit ekki hvað þessi saga eiginlega sko þú veist það getur vel verið að verði bara síðustu vikuna verði einhverju tveir að keppa sem að ég bara er svo vont að segja mér finnst að allt og margir vera einhvern veginn að þröngva fram einhverju sögu í þessu hérna sem ekki komin sko. Nei, ég er sammála mér finnst reyndar Baldur hérna hérna fyrirgefið Eiríkur sjómaðurinn stjórnmálafræðingurinn hérna Eiríkur Bergmann mér fannst hann tala svolítið óvarlega hann var einn af þeim fyrstu sem fór að tala um þetta 2 turnatal og nú þetta væri bara ljóst að lægi fyrir á milli Höllu og Katrínar mér fannst hann allt og fljótur á sér og mér fannst þessi umræða ekki okkur til framdráttar að fara að taka val á kjósendum svona snemma í ferlinu þegar svona mikið eftir að fjölmiðlar ekki að taka þátt í því að halda því fram að þetta sé eitthvað 2 turnatal á þessu tíma. En hvað finnst ykkur á stöð 2 sem tekur bara 6 efstu? Ég held að það er bara ekki stærra herbyggi sko. Það er út allan bæ sko. Það geta farið með kryddsyldin eitthvað út úr húsi. Línan skorinn á milli Arnars Þórs og Steinunnar Ólínu. Steinunnar Ólínu úti en Arnar Þór fær að fara inn. Ég held að Ríkisútvarpið ætla að fara sömu leið í loka kappræðan. Þeir hafi gert það áður. Jú. Ég man ekki hvernig það var. Og þetta er að tillögu ÖSE.
sagði hérna sá sem yfir kostningasjónvarpinu skemmi lýðræðið ef að þú ert með allt og marga. Þannig að þau munu líka hólfa það í sundur. Það, já, eins og þetta er óheppilegt en það er kannski ekkert við þess að gera. Já, en getur ekki verið að er eitthvað reyfing þarna, getur Steinunn Ólinga verið komið ekki fram? Jú, það getur breyst. Nei, ég held að Stöð 2 sé búin að segja hverju verða hjá sér. Þeir eru byrjað skoðanakönnun. Ég veit það, en þeir get ekki látið það ráða, þannig að þeir láta bera miða við prósent síðast eitthvað. Þau eru búin að birta myndir af þeim sem verða annað kvöld, sko. Þannig að það liggur alveg fyrir. Hvaða er þessi þættir? Er þetta bara do or die að komast inn í fyrstu deild, annars gleymustu? Hafið þessi þættir, því að nú erum við komið með náttúrulega alls svona podcast og ég sé að það eru margir með bara milliliðalust Steinunn Ólína var með hádegisfund og ég sá að Katrín var komið með það og einhver fleiri hafa verið með það sem er bara að svara spurningum á Facebook og fær bara fanta dreifingu því að Katrín er að gera þetta út frá síðu sem er með 30.000 like og Steinunn er náttúrulega eitthvað fenomen á Facebook, ég held að þú sé með 20.000 vini Já, þú veist með 5.000 vini og 17.000 sem eru á biðlista, þannig að hún er með 22.000 manna sal þannig að það er alls konar hlutir aðrir heldur en þessi svona formlegu kappræður sem að ráða því hvernig fólk kýs ég held að ég veit ekki alveg hvort það sé Er ég líka einn að velta því fyrir mér hvort það séu dæmi fólki þessu frambóði sem notar tækifæri til þess að kynna sig og hyggur kannski á þingframboð pólitíska feril. Þetta var sagt að Ólafur Ragnar hafi ætlað að gera styrkja stöðu sína sem stjórnmálamanns en svo var það óvart ásti. Nei, ég svona velti því fyrir mér. Maður geti alveg séð fyrir sér að 2 eða 3 þarna í þessum hópi banki upp á hjá Samfylkingunni kannski. Baldur Þórhals Hallar Hund hefur verið talað sem orku- og umhverfismálar á þeirra efni Kristrúnar Frostadóttur. Það spila nú, En það væri bara mjög flott. Það getur fundað En ég held nú að ef að Kristrúnar Frostadóttir ætlar að þarna virkja jafn mikið og hún segist ætla að virkja þá kannski Já það var ekki draumastarf fyrir ég veit það ekki. Arnar Þór Jónsson, hann er náttúrulega búin að skella hurðum í Valhöll. Hann fyrir í miðflokki þá. Hann fyrir í miðflokki líklega. Já, hann getur vel farið í miðflokkin. Hann er búin að segja mokkanum. Að því við vorum að velta... Hann er búin að segja mokkanum. Já, akkurat. Það gekk fram á honum núna í vikunni, hann sagði upp mokkanum. Já, en ég fletti þessu upp að því við vorum að velta fyrir okkur hver myndi draga inn síðasti maður í kappræðuna hjá Stöð 2 annað kvöld og það er Arnar. Hann er sem sagt, hann er eftir hinnum sem við vitum hver eru. Hann dregur. Línan er á milli Arnars og Steinunn Ólína. Steinunn Ólína fær ekki verið með. Akkurat. Munið eftir að þeirra var ekki Stöð 2 sem gerði þetta í kosningunum þar sem að var það ekki kosningar 2012 þegar Ari Trausti og Herdís Herdís Þorgers, Ari Trausti og var ekki Andrea ennþá í frambúið þá eða? Jú, og þegar þau gengu út. Gengu út, nema Herdís og þá hafði Stöð 2 síðan fyrir sig að taka neðri deildina fyrst og svo yrði alvöru kappræðurnar á milli Ólafs og Þóru sem var spennan þá og þá gekk Ari Trausti og var það Andrea eða? Gengu út, en Herdís gekk ekki út þannig að hún fekk að vera með þeim Þóra var á milli þeirra eins og barnið að það voru bara 2 borð hún stóð, hafði ekki borðið eins og hinn þetta var mikið klúður það var sögulegt en mjög gott hjá hinnum að ganga bara út úr þessu bara eigi þetta partí bara en líkingamálið með Höllu Hrund og barnið að þegar maður stendur fyrir þessari umræðu þá verður maður náttúrulega líka að muna það að þetta er nú engin smá manneskja hún hefur, eins og hún segir sjálf hún hefur starfað í 6 ríkjum hún er með glæsilegan feril það er margt landsmóðurlegt líka í henni þótt hún sé ung og ég er bara svona að taka mér höggið fyrirfram að Facebook síðan á samstöðinni fyllist ekki af einhverju hatrið það hvað við sem er líkinu það er alveg saman hvað þú gerir að þú losnar ekki við það það nokkuð, maður getur ekkert hegða sig þannig að maður losni við reiðöldurnar svo líka að tala að henni blái liturinn sjá Höllu Hrund hún sagði að
þessi föt sem hún í eru bara úr fataskápnum hennar. Hún var ekkert að gera sér bláa eitthvað, þetta bara úr fataskápnum. Svo segja það, á þessu ég vit, krakka minn. Já, þið erum náttúrulega, við erum öll í bláu, það ekki? Jú, einhvern veginn, já. Það er til viljum. Djúbríkin hefur ákveðið að hafa það klæðnaðinn hérna þannig. Hafið þið gaman að þessu? Já. Já. Hvað eru svo kostingar? Hver eru fórsett Íslands? En oft eru í kostningum. Já, ég held þess að vera að kjósa nýja von. Við þurfum svo von. Bara stjórnmálin eru þannig, Bjarni Ben er forsætisráðherra, þetta eru mjög erfiði tímar og ég held að margir séu bara að kjósa einhverja von, þeir eru náttúrulega að reyna að kjósa sameiningatákn, eitthvað sem þeir trú á, eitthvað sem getur mögulega stuggað við spiltuðu þingvaldi ef til þess kemur, en ég held að það sé Þeir sem tala svona, það er Arnar Þór, Steinunn Ólína, það er ekki fólki sem er að raunverulega efst uppi, það talar ekki svona. Nei. Það var bara liðið með Arnar Þór. Finnst þú það? Nei, ég veit það ekki. Þau eru spurð mikið málskotsréttinn, sko. Já. Og öll svara einhverju að þau myndi nota hann ef aðstæður væri þannig. Ég meina, Jón Gnarr nefnir dauðarefsingu, sko. Hann nefnir eiginlega ekkert úr svona raunveruleikum. Jú, hann búinn að taka. Já, ég sá hann þegar hann bætti svo við dauðarefsingunni. Það var að tala eitthvað, ég manni hvað, svo kom og dauðarefsingu, sko. Nei, hann reyndar var að tala þarna ef að það væri ekki skorað á hann, hvenær hann myndi nota málskotsréttin og þá talaði hann ef að fóstureyðingar eru bannaðar og ef það eru teknar dauðarefsingar. En hann útilokaði ekkert að nota málskotsréttin ef það eru skorað á hann. Nei, hann sagði það, já. Tiltók einhverja tölum er þess að. Ég man nú ekki hversu tala var, en... Þau kannski, ef að segja Baldur, Katrín, Jón... hafa ekki verið mikið að tala svona þetta hlutverk Þorsteins. Ekki lagt inn eina stóra áherslu á málskotsréttin. Minnst það ekki. Meðvitað á Katrínu að reyna að koma sér sem mest út úr pólitíkinni. Þetta er svona almennt að þau eru að þingja og bara sjá þetta og forsetinn á að vera í öðru. Nei, þau hafa öll sagt held ég að þau myndu nota málskotsréttin í hvaða tilfellum? Ef það eru skorað á, ef það væri gjá milli þings og þjóðar. Ef það væri mikil óánægja í þjóðfélaginu, mikil hreyfing gegn ykkur ef að þingi hefði gengið einhvern veginn á fólk. Nema Arnar allar að synja öllum lögum sem koma frá Evrópusambandinu. Steinunn Ólína allar að synja öllum lögum sem varða náttúru Íslands. Já, þannig að það verði bara alltaf þeirra að vera eitthvað framsala á auðlundum eða náttúru að þá kjósi þjóðinu það. En þessi sem eru þarna Halla Hrund, hún var nú næstu því að segja í gær að hún myndi skjóta lagareldisfrumvarpinu óbreyttu. Hún sagði bara eitthvað að ég menna þetta er í þinglegri meðferð eitthvað svona og bara reikna með þetta að vera bara lagað. Sem er rétt hjá henni. Sem er líklega rétt, já. Og búið að lýsa því yfir að það verði gert. Og þannig en í því felst að óbreyttu væri það svona dæmi frumvarp sem hún myndi vísa. En í þessari sögu velti maður líka fyrir sér, var Ólafur Ragnar Grímsson eitthvað svona bara mega frávik? Setti hann bara þarna línu sem að kemur aldrei aftur? Meinarðu með málskots? Já, hafið aldrei veltið fyrir ykkur bara hvort hann var bara eitthvað svona sérstakt frávik. Hann í rauninni virkjaði þennan farveg. Vigdís velti fyrir sér og komst á því að hún gæti þetta ekki. Þú þarft náttúrulega að setja þau upp á mót, það er ekkert smáræði sem setur upp á móti þeir þurfa allt inn að labba fram úr herbygginu og segir ég ætla ekki að skrifa undir þetta. Þá náttúrulega rís bara upp ríkisstjórn og alþingi og allt á móti þeir. En það getur verið að henni var nú bara hótað með því að hún væri þá að slíta ríkisstjórnina það getur verið bara ég tók viðtalið með Ásta Bjarna einu sinni og hásaði hann hótaði því að segja af sér hann myndi segja af sér ef ég man það rétt. Var það ekki verkfallið? Var það verkfallið? Já, það var verkfallið. Hún hugsaði ég var að flettis upp eitthvað sagði 6 daga og eitthvað sagði mánuð. Það er EES-samningur. Nei, ég er nú reyndar að tala Flugfreyju. Já, það er EES-samningur. Það sem hún hugsaði. Var það EES? Já. Hitt var skrifandi bráðabyrja. Já. Þann dag. Hún vildi ekki gera það þennan dag, sko. Hann gerði það samt, út af frekjuköllunum. En svo getur líka verið að forseti þurfi ekki að beita þessu úrræði því það sé nóg fyrir þingmennina að vita að það er virt. Þetta er ekki stærsta máli. Þeir þurfa að njóta aðhalds, hvort sem forseti þarf að beita því eða ekki og það finnst manni þó að hafa bætt lýðræðið.
Þetta Ég lýsi minni eigin skoðan á því. Það eru tengt þetta málið. 6 fórsetum, þá hefur einn gert þetta og í mjög sérstöku andrúmslofti við náttúrulega hérna fjölmiðla lögin sem voru galin sko og ég veit að þegar Davíð kynnti þetta fyrst á ríkisstjórnarfundi að Halldór Ásgrímsson var reiður og hann tók ekki eins og pappirinn með sér, skildi bara eftir á borðinu og þess vegna svona þetta var svo mikið rugl sko, þetta var bara þvæla, þetta var bara hefnd gegn einum manni. Þetta var samt á lögum í gegnum ríkisstjórnaralþingi. Þetta var samt á lögum. Ekki þetta upp af þetta. Nei, en ég meina nógu skaðleg lög, hann Ólafur Ragnar skrifaði ekki undir þetta og þá kusu þeir að hérna bara felli þetta úr gildi. Þannig að Alþingi samþykkti þetta sko. Já. En svo hérna Æsir var sko, þetta var náttúrulega alveg fáránlegt sko uppákoma, það var bara fjöldi manns með neyðarblís við Bessastaði og þarna voru öflugi menn sem hafði barist fyrir þessu, en þetta var stór mál og mjög erfiðum tímum sko, áttu við að taka að okkur að borga Æsir og þetta var mjög erfitt og þannig að það er sko, hvenær gerist svoleiðis aftur sko. Og ég meina líka, sko, þegar Ólafur Ragnar skrifaði undir, hann skrifaði undir fyrstu samningin, fyrstu lögin, og með fyrirvörum sem að bara Bretar og Hollendingar sættu sig ekki við. Þannig að hann, ef maður er að hugsa svo, hann hafi haft kjarkinn til þess að standa upp á móti, Alþingi og ríkisstjórn, að það var ekki meira en það, að hann reyndi að fyrsta undirskriftin var það sem að var að reyna að taka tilliti til blísfararinnar en líka hafa ríkisstjórnarna góða og þannig að þetta er meira en að segja það ætlaði bara að neita skrifundu lög og ég myndi alveg vera til að velta því fyrir mig sko, er ekki bara karakter Ólafs Ragnar sem að kveikta á þessu og ég sé ekki svona stríðsmaður karakterið Vigdísar kveikti ekki á þessu en ég held eins og ef þú myndir spyrja almenningan úti ég myndi held að sko 85% vilja að forsetinn noti þetta vald sko, það held ég líka en það voru náttúrulega sko fordómalausar aðstæður í þjóðfélaginu með Æsef og það er náttúrulega kom ekki upp með Vigdísi eða Kristjáni eða þannig að við getum í rauninni það er ekki hægt að bera það saman sko. En ég held að það sé eins og það er alveg rétt mat að Ólafur var talsvert svona og þetta var erfið ákvörðun því á móti, þó við settum með blísförinu þarna og segir já, auðvitað var þann að beygja undir þetta. Hinum minn varstu með fólk sem var að segja að þú veist, Ísland verður Kúba norðursins ef við gerum þetta. Því að það mun bara vera kift undan okkur fótunum og við verum að fátæknastu aldirnar. Þannig að þetta var töff ákvörðun sko. Að svona kom upp aftur er eitthvað svipað, er mjög ólíklegt og ekki verið eitthvað bank það er mikið minna mál en þannig að þegar það er umröðu þættir við forsetefnin og megin hluti tímans fer í málskotturéttin það er bara ekki sko, þetta er svo sjálfgeft undantekning og þannig að það sko, mér er gert of mikið úr þessu en öll myndum við hvert og eitt hérna ef við værum forseti og kæmi upp eitthvað sem okkur þætti bara óskapnaður og þjóðin bara væri hörð á móti þá ef þú komin á hennar stað þá verður að hafa kjark til að en það gerist aldrei þannig að það sé alveg ljóst hver ákvörðun á að vera það sem ég er að segja, það var ekki þannig í Æsif og það var ekki þannig í fjölmiðlafrumvarpinu þannig að þú ert hérna með eitthvað kröfu úr samfélaginu en hinum minn ertu líka með kröfu að ef þú gerir þetta ekki að þá bara verður sprengjum við ríkisstjórnina svo við Vigdísi þannig að hérna megin er raunverulegt sko þrýstiafl sem er raunverulega það afl í íslensku samfélagi sem að stjórnar Íslandi sem að veldur því að við erum með inn í þinginu frumvörpa sem að við erum að stinga upp á því að bara gefa firðina okkar einhverjum norskum auðkjöfingum og svona þetta afl sem er hérna megin er raunverulegt og ég held að það sé ekki þagnað sko þannig að ég held að það sé bara skiptir miklu máli að við höfum forseta sem að gera sér grein fyrir því að það er allt sem kemur út úr þinginu og svona er ekki einhver lýðræðisleg niðurstaða við erum með gerðspill þing og gerðspill ríkisstjórn það er búið að marka veginn Ólafur Ragnar gerði það og ef það kemur upp eitthvað mál sem veldur sko, svona mikill andúð í samfélaginu kannski ekki svona mikill veldur mikill andúð í samfélaginu þá þarf forsetinn að gera upp hugsin hef ég kjarkaði ekki þá er að hlýða bara eigin samvisku það fylgir starfinu sem sóttur myndastarf og þetta fylgir því að það komst aðstæður þá verður við lifum í samfélagi fólki tala núna og ég myndi gera það þetta er bara sko, við kjósum 63 þingmenn sem eiga að hlýða bara eigin samvisku
En við vitum öll að þau eru sífellt rétt upp hendi gegn eigin samvisku til þess að beygja sig undir ykkur valdi vegna þess að ef ég greiði ekki atkvæði með þessu þá er ég raunverulega að slaufa mínu pólitíska ferli og ég mun aldrei hafa neitt breyk í íslensku samfélagi. Og þetta er bara raunveruleikin á Íslandi í dag. Þess vegna held ég að umræðan málskotsréttin kemur alltaf fyrir vegna þess að við vitum að þetta er staðan og svo er það líka þannig að forsetinn, þótt hann hafi dagstaglega engin völd, að þegar að allt fyrir skrúfuna að þá er hann gríðarleg völd og þá skiptir feiknarlegu máli að þarna sé eitthvað sem að ræður við það. Og þess vegna held ég að getur maður ekki alveg sagt að við ættum ekki að vera að ræða þetta vegna þess að þetta kemur svo sjaldan fyrir. Ég sagði það ekki. En þegar þetta kemur fyrir þetta má ekki vera eina umræðið. Eins og þegar frambjóðendurnir koma saman þá er þetta svo, tekur langmesta tíma. En það er bara margt annað. Lengra en skoðanakannanir. Sem að geta stundu fyrir. En 99% tímans í lífi forseta skiptir sennilega tvennt mestu máli að þú sért flink í að tala ekki neitt og að þú sért flink í að tala eitthvað. Jú. Er þetta ekki 90% af jobbinu? Nei, svo líka bara hvernig ert í fasi þú hittir fólk og svona, þetta skiptir máli. Og mér finnst Guðni hafa frá munnun og honum Ólafur Ragnar er svolítið mikið til þessu. Guðni er mikið frjálslegri maður og Guðni var þessi alþýðlegi forseti sem var þarna og það er náttúrulega Guðna að þakka að allir í þjóðinni fannst að hún geti orðið forseti þegar hann hætti af því hann bjóð til þannig embætti að okkur fannst einhvern veginn að hver sem geti geti. Okkur fannst líka hlýlegt að hann hefur á köflum verið svona socially awkward eða félagslega vandræðalegur. Það er ekki alltaf sem hann hittir alveg beint í mark en það er svo mannlegt. Maður tengir það svo við sjálfan sig og okkur flest að það er alltaf einhver svona mannlegur hlýleiki sem að maður finnur til Guðna vegna þess að hann er ekki fullkominn. Það er eitt einkenni af forsetakosningunum að því að við erum ekki með aðra umferð að þá eru forsetakosnir með minni hluta atkvæða nema Kristján Eldjárn en síðan bara leiðu við búið að kjósa og þá er almenningur yfirleitt bara rífandi ánægður með forsetann og þannig var það allt þar til að í hruninu að fólk misti áhugann á Ólafur Ragnari og hann náði ekki að byggja þau upp aftur en vanalega er það þannig að þó svo að fáir séu kannski 33% sem Guðs og Vigdísi sem að, ég meina, hún hefði ekki náð kjöri eða verið önnur atkvæðagreiðsla en svo þegar það er búið að kjósa að þá er almenningur góð við sinn forseta góður við sinn forseta gefur honum svona rými og er sáttur við hann þannig að það er öllum tekist það þannig að líka almenningur, það er ekki bara að Guðni hafi verið góður, hann fekk 44% en svo bara kortur í seinna þá voru 90% ánægð með hann en það var líka þannig Vigdísi og þannig Kristján og þannig Ásgeir og veit ekki til Svein, það var ekki búið að finna skoðanakönnunum þá. Herðu, gaman að fá okkur gömlu blaðamenn. Takk fyrir að boða okkur á þinn fund. Já, takk fyrir. Sigurjón, Þóra Kristín og Björn, kærleikir. En ég ætla að sitja hérna áfram, ég ætla að halda áfram að reyna að skilja þetta samfélag. Mér gengur það ekki vel, en það er skemmtileg leið. Næsti kafli er eitt augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.